Jæja, vinir, síðast þegar ég var hjá ykkur, þá byrjaði ég að tala Ápenbarunarbókina, fyrsta kafla. Ég reynda bara komst yfir fyrstu 5 versin þá. Þannig að ég ætla að reyna að klára kaflan og reyna að byrja eins og kafla 2. Ég held ég þurfi ekki að eyða mjög miklum tíma í þessu síðustu versin í kafla 1. Þetta kemur ljós hvernig þetta fer. En svo held ég áfram eftir viku með Ápenbarunarbókina. Og þá síðast þegar ég var hérna, þá gaf ég ykkur svona smá yfirsýn yfir alla bókina líka. Þannig að þið hafið kannski smá yfirsýn yfir það. Og ég sagði ykkur frá Jóhannesi sem var fangi á eyjunni Patmos. Þess að hann var ekki tilbúinn til að tilbiðja keisarann eins og hann var í Guð. Og ég benti ykkur á að þetta var eitthvað sem að ítrekað gerist í mannkynssögunni, að fólk, samvisku frelsi fólks þvingað með þessum hætti. Og við sáum líka að Ápenbarunarbókin, þetta er boðskapur sem Guð gaf Jesús sem síðan gaf engli og sem engillinn færði þennan boðskap til Jóhannesar og Jóhannes síðan kemur honum áfram til safnaðana og allara sem trúa á öllum tímum. Þetta er ekki bara fyrir þetta fólk á þessum tíma. Og þetta er það svona gríðarlega mikilvægur boðskapur sem við þurfum að taka alvarlega. Og við sáum einnig að við erum sæl og blessuð þegar við tökum við þessum boðskap. Og við sáum að öll þrenningin kemur við sögu. Guð, Faðir, Sonur og heilagur andi, þarna í þessari bók, og honum er lýst sem heilagur anda er lýst sem andarnir 7. Og við sáum að þar er átt við 7-falda þjónustu heilags anda. Og við sáum að Jesús er votturinn trúi, þannig að við getum treyst honum og hann er frumburður dauðra, eins og segir þar. Það sem að án hans upprisu, þá getur enginn vænst þess að rísa upp frá dauðu. Og við sáum að Jesús er andum okkur og vill að allir verði hólpnir. Og það er tilgangurinn með þessari bók, þessum boðskap, að við vitum hvað er í vændum og þurfum því ekki að óttast þar sem við sjáum að Guð er við stjórnvölinn þrátt fyrir allt. Þetta voru fyrstu 5 versin og mér langar að renna snöggt yfir restina af kaflanum. Og það segir þarna í versi 6: Hann gjörði oss að konungsríki og prestum, Guði sínum og föður til handa. Og hvað er átt við með því? Í fyrsta lagi, hvort sem þú veist það ekki, þá ertu konunglegt blóð í æðum þínum. Þú ert hluti af fjölskyldu Guðs, konungsfjölskyldu Guðs. Og einn daginn munum við setjast í hásæti alheimsins samkvæmt Ápenbarunarbókinni og ríkja sem konungar með Jesú. Og við munum ferðast frá stjörnu til stjörnu, frá plánetu til planetu til að segja söguna gæsku hans og náð. Og það verður hlutverk okkar alla eilífð að vitna gæsku Guðs og náð. Við erum prestar í þeim skilningi að við erum vottar Krists. Og ekki bara það, við munum vera vottar hans allan alheiminn, því að aðeins við höfum verið endurlist fyrir blóð Jesú og höfum þessuna einstakann vitnisburð elsku hans og náð. Og þá færir Jóhannes okkur inn í það sem er raun megin þema bókarinnar, sem er í versi 7. Sjá, hann kemur í skýjunum, hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynnkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum vissulega. Amen. Og sjá, hann kemur í skýjunum. Hvað annað segir Ápenbarunarbókin endurkomu Jesú? Við lesum í kafla 11 og 15. vers að 7. engillinn hann básanaði og þá heyrðust raddir miklar á himni og sögðu: Drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Þannig sjáum við að þegar hann kemur í skýjunum, þá mun hann taka fullt vald yfir þessum heimi og hann mun halda því valdi alla eilífð. Og við getum haft fulla trú á því að þó að framtíðin sé dimm og þó það kunna að vera pólitísk, efnaðsleg og trúarlegt bandalag í framtíðinni, og er reyndar ofta að gerast í mannkynssögunni, sem mun ofsækja fólk Guðs, að þá mun Kristur að lokum hafa fullt vald yfir heiminum. Og illska þessa heims mun ekki eiga síðasta orðið, það Jesús hann mun taka yfir. En snúm okkur aftur að 7. versinu, þar sem segir: Sjá, hann kemur í skýjunum.
Þannig að hvert er þema Åpenbarunarbókarinnar? Jesús sem kom einu sinni sem Guðs lamb mun koma aftur og hann mun hreinsa alla sekt okkar, gera okkur að konungum og prestum Guðs og hann ætlar ekki að skilja okkur eftir í þessum heimi. Hann kemur aftur til að sækja okkur. Það er þemað. Og svo í 8. versi þar segir, ég er alfa og omega, segir drottinn Guð, hann sem er og var og kemur hinn alvaldi. Ég er alfa og omega, Jesús er sá fyrst og síðasti. Það hefur sérstaka merkingu, það þýðir að allt uppaf til enda og Jesús segir við Jóhannes, sögunni er ekki lokið enn. Jóhannes, ég á enn eftir að vinna í gegnum þig og þú munt skrifa niður þessa opinberun mína og sjá að ég er ekki bara upphafið, ég er líka endurinn og allt þar á milli. Og Jóhannes, ég hef verk að vinna í heiminum og ég ætla að klára þetta verkefni. Og síðan beinir Jóhannes athygli sinni annað í versi 9, þar sem hann skrifar þér og mér og hann segir, ég Jóhannes bróðir yðar sem Jesú á hlutdeild með yður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu var á eyjunni Patmos fyrir sakir Guðs orð og vitnisburðar Jesú. Og það sem að Jóhannes er að segja, ég veit hvernig það er að þurfa að þola margs konar raunir og margs konar sorg og ég veit hvernig erfiðleikar eru. Og Jóhannes er að segja, hér á þessari eyju fékk ég að sjá frelsara minn á ný. Hann er í raunin að segja okkur að hvar sem við finnum okkur í lífinu, hvers sem hlutskiptið okkar er, þá er Kristur til staðar. Og svo segir hann hér, ég var hrifinn í anda á drottnistigi og heyrði að baki mér röst mikla sem lúður gilli og sagði, rita þú í bók það sem þú sérð og senda söfnuðunum 7 í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Thyatíru, Sardes, Fíladelfíu og Laodíkíu. Og það sem þú sérð, skrifa það niður. Sendu það til safnaðana. Jóhannes, verður vissum að fólki mitt fái Åpenbarunarbókina. Og Jóhannes hafði ekki séð hann í meira en 60 ár. Því árið 31 eftir Krist stóð Jóhannes við rætur krossins og þar horfði hann upp til hans. Hann sá þyrnikorununa festa á höfuðunum og blóði renna niður andlit hans. Og þessi síðustu atriði krossfestingarinnar hljóta hafa verið ofarlega í huga hans. En nú sér hann aftur hinn uppreista Krist. Svo segir hér áfram í versunum 12-15, ég sneri mig við til að sjá hvers rösta væri sem við mig talaði. Og ég sneri mig við, sá ég 7 gull ljósastykur. Og milli ljósastykana, Og ég sneri mig við og sá ég 7 gull ljósastykur og milli ljósastykana einhvern líkan mannsini. Og hér er Jesú. Hvernig lítur hann út, Jóhannes? Hvað sérðu? Hann sér hann klæddan síðkirtli og gullbelti var spennt bringu hans og höfuð hans og hárar hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru lík málmi glóandi í deglu og raust hans sem niður margra vatna. Jóhannes sér hann og ég get rétt ímynda mér, gamli maðurinn, hann hafði ekki séð hann í 60 ár og nú fær hann að sjá hann í sýn. Við munum sjá Jesú í dýrð þegar hann kemur aftur og sýnin sem Guð gaf Jóhannesi er sýnir svona því sem við munum fá að sjá þegar hann kemur aftur í mætti og mikilli dýrð. Og svo er það versin 16-18. Hann hafði í hægri hendi sér 7 stjörnur og á munni hans gekk út tvíeggja sverð biturt og það er orð Guðs. Beitta tvíeggja sverðið er orð Guðs. Og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínum og ég er hinn fyrsti og síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda. Gröfin gat ekki haldið Kristi. Og upprisa Krists, það er sönnun þess að dauðinn getur ekki haldið fórnarlömbum sínum. Og þegar Jesús kemur aftur mun hann sjálfur stíga niður að himni, eins og segir í 1. Tessalónikubréfi 4:16 og 17,
Drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuð engils raust og með básvonu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við Drottinn í loftinu, og síðan munum við vera með Drottni allan tíma. Og ef þú hefur mist einhvern ástvinn, ef þið langar að faðma hann aftur, Jesús sigraði gröfina. Og það sem Jesús er að segja við Jóhannes er: Jóhannes, þú ert gamall maður, vertu ekki hræddur, því að ég er sá sem lifir og var dáinn en lifnaði og lifi að eilífu. Ég hef lykla dauðans og heljar. Hel er bara annað orð yfir gröf, ekki brennandi helvíti. Það kemur að gríska orðinu Hades, sem einfaldlega þýðir gröf. Jesús hefur lyklana að gröfinni. Þannig að það sem Jesús er að segja við fólki sitt er að þú munt ganga í gegnum erfiða tíma, sum ykkar verða ofsótt og sum ykkar missa lífið, en ekki vera hrædd, treyst á mig, ég hef lykla helvítis og lyklana af dauðanum. Og hann segir Jóhannesi að skrifa þessa hluti, því þetta er boðskapur til okkar. Og þá er það vers 19, eitt af lykilversunum í bókinni, og takt eftir því sem það stendur: Rita þú nú það þú hefur séð, bæði það sem er og það sem verður, og mun eftir þetta. Svo Opinberunarbókin og Söfnuður 7 segja okkur hvað verða mun í framtíðinni, og við byrjum á tíma Jóhannesar og förum niður tímans rás til endalokana. Svo þetta hefur að gera með alla kirkjusöguna, allt til endalokana. Og þá er það síðasta versið, nr. 20. Þessi er leyndardómurinn stjörnurnar 7 sem þú hefur séð í hægri hendi minni, og gull stikurnar 7, og stjörnurnar eru tákn engla í Biblíunni, eins og Betlehem stjarnan, sem að ég trú að hafi bara verið ein englaþyrping. Og hér eru það englar safnaðana 7, og ljósastikurnar 7 tákna söfnuðina 7 sem við erum að lesa um. En taktu eftir, hvar er Jesús stattur í þessari sýn? Er Jesús sýndur í þessari sýn í hásætti sínu í einhverjum fjarlægum stað? Alls ekki. Við lásum í 12. versinu að það sem Jóhannes, að hann sá 7 gull-ljósastikur og á milli ljósastikana einhvern líkan mannsini. Hann er þarna mitt á meðal ljósastikana, milli safnaðana 7. Þannig ef að ljósastikurna 7 eru kirkja hans, hann er mitt á meðal þeirra. Hvar er þá Kristur sýndur hér? Mitt á meðal fólksins, þar er Jesús, og heldur þeim þarna í hendi sér og til að vernda okkur frá hinu illa. Hann er þarna til að leiðbeina þeim og leiða þá í gegnum greppurnar sem eru að koma. Og við þurfum ekki að óttast vegna þess að þetta er opinberun Jesú Krist, vegna þess að Jesús segir: Sælli sá er lest þessa spádómsorð og þeir sem heyra þau og varvita það. Jesús er sá sem elskar okkur, hann hreinstar okkur með blóði sínu, hann er sá sem gerði okkur að konungum og prestum Guðs, og hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, og hann er mitt á meðal ljósastikana, hann er þarna með okkur í hverju lífsreynslu, þannig að við getum haft fullt traust á hinum lifandi Kristi sem elskar okkur og ber umhyggju fyrir okkur. En þá skulum við hefja standa við að fara yfir söfnuðina 7 sem er að byrja í öðrum kafla Opinberunarbókarinnar, og hún byrjar á þessum orðum: Opinberun Jesú Krist, sem þetta í fyrsta kafla, og byrjar á Opinberun Jesú Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónum sínum það sem verða munina skams. Og nú mörgum finnst Opinberunarbókin ofta erfið, en samt er það opinberun. Orðið opinberun þýðir afhjúpun, það þýðir að opinbera eitthvað sem Guð sýnir okkur. Svo Opinberunarbókin er opinberun áætlun Guðs í sögunni. Það er afhjúpun á því sem er að gerast á bakvið tjöldin í átökunum á milli góðs og ills. Það er opinberun á áætlun Guðs sem að sigra Satan og alla þá sem taka þátt í hans valda brölti. Jesús vinnur og Satan tapar. Og þessi 7 söfniðir voru bókstaflega söfniðir á dögum Jóhannesar. Það er Efesus, Smyrna, Pergamos, Þýatýra, Sardes, Fíladelfía og Laodíkea.
Þannig að skilaboðin til þessara 7 safnaða fjalla andlegar aðstæður í hverjum söfnuði, og þetta voru raunverulegi söfnuðir sem voru til á dögum Jóhannesar, en í öðru lagi þá taka þessir söfnuðir almennt, tákna almennt tímabil allt frá dögum Jóhannesar, allt til okkar daga. En svo í þriðja lagi, aðstæður allra þessara safnaðara eru einnig til staðar í dag. Þessi boðskapur opinberar í 7 atriðum í hvers konar aðstæðum fólk Guðs getur fundið sig og einnig að fólk Guðs getur sigrast á þessum aðstæðum, hverja sem þær eru. Þannig að við skulum skoða fyrsta söfnuðinn og sjáum síðan hvernig þetta getur átt við í okkar lífi. Engli safnaðarins í Efesus skalt þú rita. Stöldurum hans við það, Efesus, hvað vitum við Efesus? Er einhver bók í Biblíunni sem hafa skrifuð söfnuðinum í Efesus? Það var Efesus bréfið. Páll heimsótti Efesus árið 52 eftir Krist og sáði þar fagnarennu. Efesus var hafnaborg í litlu Asíu í Tyrklandi í dag og var á staðsetta á leið viðskipta frá Sýrlandi. Þetta var stórkostleg borg, eina höfuðborgum Rómaveldis, þar sem fóru fram mikil viðskipti. Og Páll varði tíma þar árið 52 eftir Krist og síðan 12 árum síðar árið 64 og hann dvaldi lengur í Efesus en hann dvaldi í nokkurri annarri borg. Þannig að Efesus var mjög andlega sterkt kristið samfélag. En samfélagið stóð frammi fyrir mjög krefjandi tímum þar vegna þess að þegar Jóhannes að skrifa þetta, þá það 96 eftir Krist. Svo það eru 32 árum eftir síðustu heimsókn Páls og andlegt ástand safnaðarins tók að dala eftir því sem að tíminn leið. Og svo segir hann að þetta segir sá sem heldur á stjörnunum 7 í hægri hendi sér, sá sem gengur á milli gullstikana 7. Svo takk eftir Jesús heldur stjörnunum 7 í hægri hendi sinni. Eins og við sáum í fyrsta kafla að stjörnunar eru englar, sem að orðið englar angelos þýðir bara sendiboði. Þannig að við erum öll sendiboðar Guðs ef við flytjum boðskap hans til annara. Og þá heldur Kristur okkur í hendi sér. Og við getum haft þá fullvissu að Kristur gengur mitt á milli síns fólks og hann heldur kirkju sinni í hendi sér. Og Guð gengur meðal okkar í Kristi í gegnum heilagan anda, snertir hjörtu okkar, gefur okkur von og veitir okkur uppröðum. Við erum ekki skilin eftir ein. Svo segir í versi 2, ég þekki verki þín. Hér er Jesús sem talar og þú munt sjá að hann byrjar alltaf svona til allra safnaðana. Hann segir alltaf, ég þekki verki þín. Þannig að Jesús veit allt okkur. Hann vissi allt söfnuðina 7. Það er ekkert falið fyrir Guði. Það er ekkert leyndamál sem honum er ekki augljóst. Ég þekki verki þín og erfiðið og þolgæði þitt og veit að eigi getur þú sætt þig við vonda menn, segir hann. Söfnuðurinn í Efesus vann óþreytandi fyrir Krist og vandamálið með Efesus var ekki á nokkurn hátt að Efesus var í slök, löt, sjálfsánað kirkja sem gerði ekki neitt. Nei, segir hann, ég þekki verki þín og erfiðið og þolgæði þitt og veit að eigi getur þú sætt þig við vonda menn. Svo hér er söfnuður sem boðar trú sína, ómengað og ver trúna og heldur upp í biblíulegum viðmiðunum. Það er ekki söfnuður sem lætur berast af menningastraumum þessa heims, þessa tíma. Og hann lætur ekki nautnir samfélagsins draga sig á tálar. Hann blindast ekki af siðblindu samfélagsins. Hann erfiðar til að vondir menn ná ekki fram slíkum áhrifum að það megi menga söfnuði. Svo segir, þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera apóstola en eru það ekki og þú hefur komist að því að þeir eru legarar. Í þessu felst erfiðið þeirra og þolgæði það að prófa alla hluti sem henn segja til að komast að því hvort það er sannleikur og hafna því sem reynist vera rangt. Og hvernig gera þeir það? Með því að bera saman við orð Guðs, stensta prófunina
ef ekki, þá hafna því. Og svo segir í versi 3, þú ert þolgóður og byrðar hefur þú borið fyrir saki nafs míns og ekki þreysts. Svo hvaða mynd fáum við að Efesus hingað til? Virk kirkja, kirkja sem ber vitni Krist, kirkja sem er óþreytandi í starfi sínu fyrir Jesú, kirkja sem er að ná til samfélagsins, kirkja sem er að verja trúna og starfar að heilindum. En ef hann hefði stoppað hér, þá var þetta alveg rosalega flott og fullkomið. En það því miður ekki alveg þannig. Hann segir hér í versi 4, en það hef ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. Þannig að hvað var vandamáli með Efesus? Það var það að þeir snéru kærleika sínum til Guðs yfir í skyldurækni. Þetta var söfnuður sem vann fyrir Krist og varði trú sína og svo fór eftir því sem tíminn leið að þeir fóru að vanrækja bænalífið og persónlegt samband sitt við Guð og formlegir helgisíður tóku við af þjónustu hjartans og trúarbrögð án kærleika hjartans. Þeir upplifðu ekki lengur að heilagur andi væri að skapa í þeim nýtt hjarta, fullt af kærleika til Guðs og náung hans, sem umbreytir lífinu þannig að við þjónum Guði af kærleika frekar en af skuldbindingu eða kvöð. Og hvað gerist í raun þegar við afrækjum okkar fyrri kærleika og hvernig getum við komið í veg fyrir að við afrækjum okkar fyrri kærleika eins og Efesus gerir? Við sjáum það í versi 5. Hann gefur okkur þessi 3 ráð varðandi það hvað við ættum að gera til að varast þetta. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör iðrun og breyttu eins og fyrrum að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastikku þín úr stað ef þú gjörur ekki iðrun. Þannig að hvernig getum við forðast að afrækja kærleikann? Í fyrsta lagi þá þurfum við að muna eftir hvernig kærleikur okkar hafði verið þegar við fyrst komum til trúar. Og minnast þessara dýrmætu reynslu sem við áttum, minnast gleðinar sem við áttum í bæninni eða opna biblíuna og aðra bækur. Þannig að ef kærleikur þinn fer dvínandi, mundu þú eftir hversu dýrmætt það var þegar þú fyrst komst í Jesú. Og hann segir þarna, minnstu því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör iðrun. Og ef þú uppgötvar að trú þín orðin ein formlegheit og kærleikan vantar, farðu þá á bæn og hrópaðu til Guðs og gerðu iðrun. Segðu Guði frá hversu miður þín þú ert yfir stöðu þinni. Drottin, ég hef einblítt á formlegheit í stað þess að sækjast eftir samfélaginu við þig. Fyrirgefðu mig það. Og hann segir, gjör iðrun og breyttu eins og fyrrum. Farðu aftur og vertu eins og þegar þú fyrst komst til trúar. Iðrun er ekki raunveruleg iðrun nema þú breytir hegðun þinni. Því að orðið iðrun þýðir að snúa við. Það mikilvægasta í lífi okkar er samfélag okkar við Guð og Efesus þurfti að snúa við og finna aftur þann kærleika sem þau höfðu áður. Mundu hvað Jesús sagði í Mattheus 6:33, leiti fyrst ríkis hans á réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Þannig að þegar það segir gjör iðrun og breytti eins og fyrrum, settu forgang á það sem skiptir máli. Settu hluti eilífðarinnar í forgang. Ekki einu sinni leyfa starfið þínu fyrir Guð að koma í stað samfélagsins við Guð. Og það sem Guð leggur áherslu á fyrir söfnuðin í Efesus og fyrir okkur öll er mikilvægi þess að við glötum ekki þessu kærleiks samfélagi við Guð og skiptum því út fyrir guðræktni sem byggist á verkum. En svo heldur hann áfram og segir að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastikku þína úr stað ef þú gjörur ekki iðrun. Var ekki ljósastikkan á réttum stað? Væri hægt að fjarlægja hana ef hún væri ekki þar fyrir? Alls ekki. Þannig að þetta er mikilvægur texti sem gefur til kynna að þú getur öðlast hjálpræði en glata því svo. Það er ekkert í Biblíunni sem kennir það að ef þú ert einu sinni hólpin, þá sértu alltaf
hólpin. Það er hægt að fjarlægja ljósastíkuna og ef hún er fjarlægð, þá ertu ekki lengur hólpin. Þannig að Guð er að segja við þig, ef þú afrækir kærleikan, þá gætir þú glatað hjálpræði þínu. Því það er einmitt það sem hann er að fjalla þegar hann talar að fjarlægja ljósastíkuna. Hann er að tala að þeir áttu þennan kærleika áður sem þeir hafðu glatað. Og svo segir hér í versi 6, en þetta máttu eiga að þú hatar verk Nikolítana, sem ég sjálfur hata. Og hverjir voru þeir? Og hvað kendu þeir? Við getum vitað Nikolítana vegna þess að kirkjufeður skrifuðu þá. Það er Írenaeus sagði að þeir voru fylgjendur Nikolásar frá Antíóki, trúboða, sem var meðal þeirra 7 manna sem valdir voru til að þjóna söfnuðinum í Jerúsalem. Það er sagt frá því í Póstulagssögunni 6:5, þar sem þeir eru valdir til þjónustu. En þeir hafa yfirgefið sannkristna kenningu. Hann sagði að þeir lifðu í hömlulausri eftirlátsemi. Og svo var það Hippolítus staðfesti þetta með því að taka fram að Nikolás yfirgaf rétta kenningu og sýndi afskiptaleysi hvað maður borðaði og hvernig hann lifði. Þeir trúðu á taumlausa ástríðu. Þeir töldu að það væri óþarfi að láta stjórnast af öðru en sjálfum sér. Þeir töldu að hugurinn sé fullnægjandi leiðavísir fyrir okkar eigin hegðun. Þeir höfnuðu hugmyndinu hlýðni við lögmál Guðs. Þeir lifðu lífi af taumlausri ástríðu. Nú sjáum við þessi viðhorf í dag. Er ekki margir í dag sem segja að þú þurfir bara að elska Jesú og þá máttu gera hvað sem þér sýnist. Hlýðni er algjörlega óþarfi. Þú getur raunverulega lifað eins og þú vilt, en það er í rauninni yfirborðskennd kristni. Svo hverjir eru þessu Nikolítar? Þeir leyfa menningu heimsins að móta lífsitt. Og svo segir það þarna í næsta versi, hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segi í söfnuðinum. Þeim er sigrar, honum mun ég gefa að eta af lífsins tré sem er í paradís Guðs. Og hér segir Jóhannes, ekki láta þig mótast af mannlegri menningu, því að ég hef eitthvað miklu betra handa þér. Láttu huga þinn mótast af orði Guðs. Láttu hinn lifandi Krist fylla líf þitt. Einn daginn munt þú eta af lífsins tré og drekka af lind lífsins. Einn daginn munt þú vera í miðri paradís Guðs. Ekki leyfa þessum heimi að móta huga þinn, hugsun þína, heldur láttu hann mótast af orði Guðs. Láttu huga þinn mótast af lifandi Kristi. Láttu aldrei neitt, jafnvel störf þín fyrir Guð, eyðileggja kærleika þinn og samfélagið þitt við Guð. Settu forgang á að hafa kærleiksríkt samfélag við Guð og leyfðu Guði að vinna í gegnum þig, því þá er það ekki þín verk, þá er það Guðs verk.